Góðan daginn og gleðilegan hvíldardagöld. Verið velkomin í loftsalinn í dag. Við ætlum að byrja á því að lofa Drottinn saman og við ætlum að syngja vort heim á Herran Guð. Ég ætla að biðja ykkur kannski bara að standa upp strax og við ætlum að syngja vort heim á Herran Guð. Það bjóð ykkur að taka sæti aftur. Hver dásamlegt það að geta þjónað Guði og lofa hann á hvíldardegi og verið frjáls til þess. Það ekki allir svona heppnir eins og við. Og við vitum líka að Guð á þennan heim og þó að hlutirnir séu stundu svona svolítið svartir, að þá mun hann leiða allt til loka eins og einn sem var að kenna mér málshátt. Allt gott sem endar vel. Heimurinn í Guðs höndum, hann mun leiða þá sem vilja til sín. Og við ætlum að syngja þessa dýrmætu vissu núna. Það sálmur 362, dýrmæta vissa.
vinir, ég ætla að biðja ykkur að standa upp. Ég ætla að lesa ritningaversið. Það að finna í Kólossusbréfi, 2. kafla og 10. versi. Og í honum sem höfuð hvers konar tignar og valds, hafið þið öðlast hlutdeild í þessari fyllingu. Við skulum lúta höfði í bæn. Góði og kærleysríki Faðir á himnum, við þökkum þér fyrir að þinn dagur komin og við getum verið hér saman komin frá allstaðar á heiminum til að lofa þig og læra meir þig. Við biðjum þess að þinn heilagi andi verði hér mitt á meðal okkur, tali gegnum ræðumanninn og hjálp okkur að hlusta og hlýða á. Allt frá minnsta barni upp í elsta meðlim, góði Jesú. Við biðjum líka fyrir þeim sem hlusta og horfa heima. Viltu vera með þeim sem eru veikir, þeim sem að þurfa á þinni umhyggju að halda, þeim sem eru einmana. Og góði Jesú, ég bið þig að við getum verið þínir líknandi og hjálpandi hendur í samfélaginu og við hvert annað líka. Ég bið fyrir kirkjun okkar hér heima og alheimsvísu og bið fyrir frið í þessum heimi. Að við mættum alltaf vera boðbera friðar og kærleika þíns. Og góði Jesú, við leggjum allt í þínar hendur. Þú veist hvað í hjarta fylgsnum sérkvæðs okkar og viltu hjálpa okkur að koma fram fyrir þig því að þú svarar alltaf. Í Jesú nafni. Amen. Þá ætlum við að syngja annan sálm. Við eigum þessa dýrmætu vissu að við séum eign Guðs og okkar viðbragð að við viljum fylgja Jesú, það ekki? Og við ætlum að syngja það, ég vil fylgja frelsaranum. Við ætlum núna að taka upp gjafir og gjafirnar í dag það renna í safnaðarsjóð kirkjunnar.
Góði og kærleysiki Faðir, við þökkum þér allt sem þú gefur okkur og þær blessanir sem við búum við og þökkum þér líka við getum leita til þín að eitthvað bjátar á. Viltu blessa þessar gjafir og viltu vera með í þessum söfnuði, vilju svo gjarnan þjóna þér og viltu að þessir peningar veri notaði þér til dýrðar. Viltu blessa þá sem eru hér í dag. Ég legg allt í þínar hendur í Jesú nafni. Amen. Jæja, krakkar. Nú ætla ég að biðja ykkur að koma og við ætlum að fara að syngja hérna daginn í dag. Allir að koma fram. Jæja, krakkar. Nú ætlar maður sem heitir Jan Harry að koma og tala við ykkur. Hann búinn að tala svo mikið við fullorðna fólki á kvöldin og nú langar hann að tala við krakkana í kirkjunni. Jan Harry, welcome. Good morning. Góðan daginn. All right. Children, do you love Jesus? Börnin, Are you sure you love Jesus? vissans. Then why do you love Jesus? Because he first loved me. That's the reason we all ought to love him. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, how I love Jesus. Because he first loved me. Happy Sabbath, children. Gleðilegan hvíldag, börn. I have 3, Ég á 3 börn, but they are no longer children. en þau ekki lengur börn. It's good to be with you this morning. Það gott að vera með ykkur hér í morgun, sárið. I'm going to share with you a story from Bangladesh. Ég ætla að segja ykkur frá sögu sem gerðist í Bangladesh. I was in Bangladesh to do some meetings Og ég var með svona fyrirlestra þarna í Bangladesh and to train some of the young people. og þjálfa unga fólkið. And this is also the place where Pastor Torres has been. Og
hann Torres, prestur, hann hefur líka verið þarna. And I was sent in a place, I cannot name it, Og ég var because it's a sendur á, sensitive place. stað og þetta svolítið viðkomið staður sem ég má ekki nefna hann á nafn. And we were sent in the jungle. Og við vorum send inn í frumskóin. I received a call Ég fekk just símtal before we were leaving for the jungle side. rétt áður en við vorum að fara inn í frumskóin. And the pastor called us Og presturinn hringdi og sagði, and told us not to come. ekki vera að koma, sagði hann. And I thought, we were just about to leave. En ég hugsaði með mig, við vorum alveg að fara að leggja And the stað. call came not to come. Og svo kom símtal og sagði, ekki koma. I thought, this is strange. Þetta er svolítið So I asked, skrítið. why? Svo ég spurði, akkur hefur ekki að koma? Because they told us there were 170 elephants roaming around. Þessu, það eru 170 fílar hann í kring. Anybody here seen an elephant? Hafið þið séð fíl? Huh? Do you know what an elephant Hafið þið looks séð like? fíl? Já. Vitið Yes. hvernig fílarnir líti út? You have Icelandic elephants? Eru til íslenskir fílar? No. Jú, You have they- island. Our fly. You're what? There's a bird. Oh, there's a bird. That's fíl. Anyway, sorry. Ég var að segja að það er til fílar. Það I er know you have beautiful horses here, Það eru til fallegir hestar hérna á but I Íslandi, have ekki? yet to see an Icelandic elephant. En ég hef ekki ennþá séð íslenskan, já, ég hef ekki séð ennþá íslenskan fíl. Yeah, so Svona. they told us 175. 175 fílar þarna í kring. Is that a lot of elephants Er það mikið af fílum? or a few? What do you Eða think? fáir? Mikið eða fáir? Mikið, many. It's a lot. Það er mikið af fílum. And they went to this little village, Og þeir fóru í þetta litla þorp flattened the whole village, og þeir flöttu bara út allt hverfið. ate all that they could eat, Og þeir borðuðu allt sem gáttu borðað. and they wanted to eat some more, so they stayed. Og þeir voru ennþá svangir þannig að þeir voru bara kjurir þar. And we were told not to come. Og okkur var sagt ekki vera að koma. And so I was thinking, I was sitting in the guest house we were at. Og ég var að hugsa og ég sat þarna í gestahúsinu sem við vorum í. And I said, Lord, why did you send us here for? Guð, akkur sendur okkur hingað? Surely it's not just to wait. Ekki bara til þess að vera að bíða. So I thought, okay, Svo ég hugsaði allt í lagi. these are one of those times you know you cannot do anything. Þetta er eitt af svona skiptum sem maður veit að maður getur ekkert gert. But there's one thing we can do. En það er samt eitt sem við getum gert. And we prayed. Og við báðum. We prayed, say, Father in heaven, Kæri faðir í himnum, surely you want your children to hear your word. vissulega vilt þú að börnin þín heyri þitt orð. Please, Viltu hjálpa in the okkur? name of Jesus, Í Jésu nafni, send your holy angels sendu engla þína and guide all these elephants out of the village. og leiddu fílana einn að einum út úr þorpinu. In Jesus' name. Í Jésu nafni, I wrote my wife, I sent her a message, ég skrifaði eiginkonu minni og sendi henni skilaboð. told my wife, sweetheart, Ásti mín, we have 175 visitors. það eru 170 gestir. The only difference with these visitors, Eina, það sem er öðru í þessa gesti, they are huge, að þeir eru they have risavaksnir trunks, og þeir eru með rana and they flatten everything on the way. og þeir eru búin að fletja allt sem var vegið þeirra varð. 175 elephants. 175 fílar. Please pray, Viltu biðja? such the people in this jungle village can hear the word. Svo að fólkið í þessu frumskóðarþorpi geti heyrt orð Guðs. So I sent me a message back that said they will pray. Og ég fekk svar tilbaka frá konu minni, við munum biðja. I told her to tell the children to pray. Og ég bað hana að biðja sérstaklega krakkan okkar að biðja líka. I sent a message to the young people around Europe to pray. Og ég sendi skilaboð til unga fólksins í Evrópu og bað þau I sent a að message biðja. to Adventist World Radio to pray. Og ég sendi líka til AWR að útvarp kirkjunar á heimsvísu að biðja þá að biðja líka. Then I told my translator, Og svo bað ég þýðanda minn, Dr. Halder, Dr. Halder, let's go. við skulum leggja í hann. We're heading to this village. Við ætlum að fara þangað. It's a 3-hour drive. Og það tekur 3 tíma að keyra þangað. And she said, but they told us not to go. En þýðandi segir, já, en okkur var sagt að fara ekki. And I told him, look, Pastor, we cannot just sit around here. En hann sagði, veistu það, prestur, við getum ekki bara
beðið hér. Let's go. Við skulum leggja af stað. And if the elephants are there, Og ef að fílanir eru ennþá þarna, surely our vehicle is faster than the elephant. þá hlýtur bíllinn að keyra hraðar en fílanir. We'll go somewhere else. Þá förum við bara eitthvað annað. But we cannot stay here. En við getum ekki bara Let's go. verið hér, kjurir, og gert ekki neitt. Við skulum leggja af stað. We drove up Og við keyrðum af stað. as far as the vehicle could go. Eins langt og bíllinn gat farið. And before we got there, En áður en við komum þangað, there was this dust we þá- could see from a distance. þá sáum við svona rík þyrpingu. Huge clouds of dust. Rík ský. And sem við out sáum. of this dust, we saw a motorcycle coming. Og við sáum að það var að koma móturhjól. And it stopped right in front of us. Og það stoppaði beint fyrir fram okkur. Já, mjög gott. I was paying attention to the dust. Og ég var að fylgjast með ríkinu þarna. Because in my head, there goes the 175 elephants. Að því ég var að hugsa, það er öruglega ríkið er öruglega út af því að 170 kvílan er að hreyfa sig eitthvað til. So the man stopped right in front of us on his motorbike, En maðurinn á móturhjólinu hann stoppaði beint took fyrir his fram okkur. helmet off. Tók hjálminn af. It was the pastor. Þetta var presturinn. And he came Og hann kom and says, "What are you doing here?" og hann sagði, hvað eru þið að gera hér? And we told pastor, we just had to come. Við sagðum, verðst það prestur, við urðum bara að koma. And he says, "Good decision. Hann sagði, mjög góð ákvörðun hjá okkur. Follow me." Fylgi mér. So we followed him Svo við eldum hann with the vehicle á To another bílnum location. á annan stað. 5 minutes drive. 5 mínútur akstur. We left everything there Við skildum allt eftir þar. and we hiked through this hill, jungle hill. Og við fórum upp brekkuna. And í I þessum told the frumskógabrekkur. pastor, Prestur, one thing I hate ég var að segja reitt, það er eitt sem ég are hata. snakes. Það eru snákar. I Mér líkar hate ekki við þá. snakes. Ég hata snáka. You know, when snakes and I meet, only one survive. Og þegar ég og snákar hittumst, þá lifir bara einn af. It's either me or the snake. Það er annarkvort ég eða snákurinn, sagði We ég. cannot live together. Við getum ekki búið á sama stað, sagði hann. She Yes. says she has a snake. You have a snake. Oh, keep it away from me, huh? Hún segir, halt honum fjarri mér, segir hann, Because snákurinn. only one of us survive. It's okay, you're safe. She didn't take it with her. Thank you. Thank you. It's just a toy. Ah, okay. Þetta er bara leikfang. I can play with you then. Þá getið þið leikið saman. I told pastor, Ég sagði, prestur, lead the way. leitt okkur þangað. And so we went through this jungle and it was getting dark. Og við fórum í gegnum frumskóin og það var byrjað að vera að koma myrkur. Got up the hill Fórum upp brekkuna and as we got to the, I heard singing. og þegar við komum þangað þá heyrði ég einhver að syngja. Then light. Og svo ljós. And there was a church. Og það var kirkja þarna uppi. All the other houses Öll hinn húsin were destroyed. höfðu skemmst. The only thing that stood Bara rústu. En eina húsin sem stóð was a church. var kirkjan. And we had 200 people in that church. Og það voru 200 manns í kirkjunni. 100 extra children around it. Og svo 100 börn í kringum kirkjuna. And they were all singing songs. Og þau voru öll að syngja saman. And I was surprised. Og ég var svo hissa. And they told me they have been waiting there for 2 hours. Og þessu við erum búin að vera að býða hérna í 2 klukkutíma. They didn't move. Þau fóru ekki neitt. And they were waiting for us. Og þau voru bara að býða eftir And okkur. I said, where are the elephants? Og ég sagði, hvar eru allir fílanir? And they told us they left 4 hours ago. Og sagði, þeir fóru fyrir 4 tímum síðan. Just at the time when we prayed and sent prayer requests to all the other people. Akkurat þegar við vorum að biðja og við sendum bænar óskir til allra hina og allir voru að biðja fyrir þessu. Það Young fóru. children, Krakkar, only God's angels could move those 175 elephants. það voru bara englar Guð sem gáttu fært þessa 170 fíla. It is only because of prayer. Og það er einungis fyrir tilstilli bænar að því þau báðu. We are told Og okkur er sagt prayer moves the arm that moves the world. að bænin, hún hreyfir handlegginn sem hreyfir heiminn. When caught in a jam, Og þegar við lendum í einhverjum vandræðum, pray. þá skulum við biðja. When you need guidance, Þegar við þurfum leiðsögn, pray. biðjum. When somebody makes you angry, Og þegar einhver reytir til Pray. reyðis, þegar maður er reyður, þá when skulum við someone biðja takes líka. your toy, Einhver tekur dótið ykkar, pray. þá skulum við biðja. Pray.
þá skulum við biðja. Prayer is the answer. Bænin svarið. And I found this to be true not only in adult life. Og ég hef fundið það að þetta alveg satt, ekki bara satt í fullorðnu lífi, já. I also found it true when I was young. Og það var líka, ég fann að það var líka satt þegar ég var lítill. Prayer is the answer. Bænin So, gefur svör. shall we pray? Eigum við að biðja saman, krakkar? Yes. Okay, let's bow our head for prayer. Anybody want to pray for us? Við skulum lúta höfði bæn. Vill einhver biðja? Já. Yeah? Yeah, go ahead. Pray. Alltaf. Þið með biðja. Stella, vilt þú? Shall we pray? Let's kneel down. Viljið þið krjúpa, krakkar? Let's kneel down and pray. Við skulum krjúpa, Okay. krakkar, eða viljið. Og biðja saman. Who's going to pray for us? Somebody pray for us? You? Ok, Stella, vilt All þú right. biðja? Yeah. Okay. Then you pray, okay? Let's pray. Skulum biðja. Okay. Father in heaven, Kæri faðir, thank you, Father, takk faðir, for the privilege of prayer. fyrir forréttindin sem við höfum í bæninni. Thank you that you are still in the business of hearing prayers. Og við þökkum fyrir það að þú svarar áfram bænum. Thank you that we can come to you with everything, Þökkum þér að við getum komið með allt fram fyrir small þig. things and big Bæði things. lítla hluti og stóra hluti. Thank you, Father, that you're always available for us. Takk, kæri faðir, að þú ert alltaf tilbúin að svara bænum okkar. Please, Father, Kæri faðir, continue to hear each of our við prayers. byggjum þig að halda áfram að hlusta á bænir okkar Be with these children. og vera með þessum börnum hér Help them to be the children that you want them to be for Jesus. og hjálpa þeim að vera þau börn sem þú vilt að þau verði fyrir Jésu. Be in their homes, Vertu með á heimilum þeirra, that their homes will be a place where angels delight to dwell and your Holy Spirit abides. að heimilin þeirra með að vera þar sem að englar njóta þess að vera og þar sem heilagur andi er. Keep these children close to you Haltu þessum börnum næri þér and help them to always be prayerful, og hjálpa þeim að vera alltaf duglega að biðja, that they will have an experience with Jesus. að þau með eiga reynslu með þér, Jésu. In Jesus' name we pray. Í Jésu nafni við biðjum Amen. og segjum Amen. 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 Takk, krakkar. Þið megið fara í sætin. No, straight. Yes, we'll just go All straight. right. We go straight into it. Do you have slides? Huh? Do you No have slides. No slides. Okay. Happy Sabbath, big children. Gleðilegan hvíldardag, stóru börn. How are you this morning? Hvernig hafið þið það í þennan morgun? It's a beautiful morning, isn't it? Þetta er fallegu dagur, er það ekki? Look. After rain, Eftir rigninguna, there's always sunshine. þá kemur sólskinnið. And that's the beauty of it. Og það er fegurinn við það. Thank you for joining us this morning in our worship service. Takk fyrir að koma hér í dag á Guðþjónustun okkar. This morning I'm going to be sharing with you my testimony, my journey. Í dag þá ætlum ég að deila með ykkur mínu vitnisbyrði, mínu ferðalagi. My name is Jan Harry Kabunkal or Jan Harry Kabunkal. Ég heiti Jan Harry Kalbunga. Kabunkal in my own language is directly, the direct translation into English is grave digger. Og nafnið Kabunga þýðir á mínu eigin tungumáli sá sem grefur grafir. And so when I was preaching in California 7 years ago, Svo þegar ég var að predika í Kaliforníu fyrir 7 árum síðan, and there was an elderly Filipino pastor in the congregation, og þar var eldri prestur frá Filippseyjum, he listened to my testimony, hann hlustaði á vitnisburð minn and after the worship service, og eftir að Guðþjónustunum var lokið, he came to me þá kom hann til mín and he said to me, young man, og hann sagði, ungi maður, your name is no longer grave digger. nafn þitt er ekki lengur sá sem grefur grafir, Your name is now ground breaker. heldur sá sem brýtur jörðu. And so my message this morning is entitled From Grave Digger Svo þess vegna heitir boðskapurinn minn í dag frá þeim sem grefur grafir to Ground Breaker. yfir í þann sem brýtur jörð. Let us bow our head for a word of prayer. Við skulum lúta höfði í bæn. Mighty God and everlasting Father, Mikli
Guð og ævarandi faðir. Again, I want to thank you and praise you for the privilege of worship. Aftur vil ég þakka þér og lofa þig fyrir þau forréttindi sem við höfum til að lofa Thank you for þig. the Sabbath. Takk fyrir hvíldardaginn. Thank you for all these wonderful people here in Reykjavik and beyond. Takk fyrir allt, þið dásamlega fólk hér. Father, Faðir, speak to us this morning. mæl til okkar í dag. Minister to the needs of our hearts and our lives. Við byggjum þig að mæta þörfum okkar í lífi okkar og hjörtum. If there be anything found in our hearts, in our midst, Ef það finnst eitthvað í hjörtum okkar, meðal that okkar, will hinder your spirit to fall upon us this morning, sem hindrar þinn heilaga anda að falla á okkur í þennan please morgun, remove it, for we cannot remove it ourselves. þá byggjum þig að fjarlæga því við getum ekki fjarlægt það sjálf. Fill us with your spirit. Fylltu okkur með anda þínum, Cleanse us from all unrighteousness. hreinsaðu okkur af öllu In Jesus' óréttlæti. name I pray. Og við byggjum þess í Jesú nafni. Amen. Amen. I invite you to go to the Bible with me, Ég bygg ykkur að opna með reikninguna to the book of John chapter 4. og við förum í Jóhannesar Guðspjallið Book 4. of John kapla. chapter 4. Jóhannes 4. kapla. And when you get there, you can say amen. Og þið megið segja amen þegar þið komið þangað. You need more time, say mercy. Og ef ykkur viljið fá lengri tíma til að finna textan þá getið þið séð, gef mér náð. And if you don't have a Bible, we have a Bible in the corner. We can provide that for you. Og það eru biblíur hérna við borðið sem þið getið tekið og fengið lánsbiblíur. John Það er ekki chapter með. 4, Og Jóhannes 4. kapli. beginning with verse 1. Og við byrjum í fyrsta versi. And I read to you hearing from the King James Version. Og hann að lesa úr King James útgáfinni, ensku útgáfinni, og ég les úr 1981 útgáfinni. The Bible tells us, Og í biblíunni stendur, when therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, Jésús var til vís að farisæðanir hefðu heyrt að hann fengi fleiri lærisveina og skýrði fleiri en Jóhannes, though Jesus himself baptized not, but his disciples, reyndar skýrði Jesús ekki sjálfur, heldur lærisveinar hans, he left Judea and departed again into Galilee. þá hvarf hann brott úr Júdeu og hélt aftur til Galilju. He must needs go through Samaria. Hann varð að fara Samaríu. Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, Nú kemur hann til borgar í Samaríu Síkar heitir, near to the parcel of the ground that Jacob gave to his son Joseph. nálægt þeirri landsbyldu sem Jakob gaf Jósef syni sínum. Now Jacob's well was there. Þar var Jakobs brunnur. Jesus, therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well, and it was about the 6th hour. Og Jesús var vegmaður og settist þarna við brunninn og það var hádegisbil. Now this is where the story gets interesting. Og hér byrjar sagan að vera áhugaverð. The Bible said, there cometh a woman of Samaria to draw water. And Jesus said unto her, give me to drink. Og í 7. versi heldur við áfram, samverska koman kemur að sækja vatn og Jesús segir við hana, gef mér að drekka. So this is a picture here. Put your sanctified imagination on with me. Ef við setjum okkar heila ímyndunarafl á, The Bible tells us he needs to go to Samaria. Biblían segir okkur að hann þarf að fara til Samaríu. And on the way to Samaria, there was a well. Og þar á leiðinni að það var brunnur. And the Bible even tells us it was Jacob's well. Og við lesum það í Biblíunni að þetta var Jakobs brunnur. And Jesus sent his disciples to Bonus and do grocery. Og Jesús sendi lærisveinana sína í Bónus til að kaupa vörur. Og Why? Because Af hverju? Jesus has a divine appointment with someone. út af því að Jesús átti guðlegt átti Finally, this woman stefnumót. appears. Já. Og allt í hennu kemur þessi kona. And they would probably, Jesus saw her. Og Jesús sá hana. Surely the woman also saw him. Og konan hefur eflaust séð hann líka. But because of the gap between the Samaritans and the Jews, they kind of avoided each other. En gyðingar og fólk frá Samaríu, þau forðuðust hvort annað almennt. You know, they worship the same God, the God of Abraham, but the Samaritans have introduced idol worship in their worship services. En þeir tilbúðu sama Guð Abrahams, en samverjar, þeir hefðu sett inn tilbeiðslu á líkneskjum líka. And so she's a Samaritan woman. Og hún sem samversk kona, She saw that this man is a Jew hún sá að þessi maður var gyðingur and just avoided. og hún reyndi bara að forðast hann.
But Jesus turned a normal conversation into a spiritual conversation. En Jésús breytti venjulegri umræðu yfir í andlega umræðu. Because Jesus looked unto her, Þegar Jésús horfði á hana, says, give me to drink. gef Give me, mér please give að me drekka. water. Viltu vinsalast gefa mér vatn að drekka? Asking something of sacred nature. Og hann bað eitthvað sem næstu því heilagt. A normal Jew would have avoided En almennur gyðingur hefði aldrei gert asking þetta. such a favor Hann hefði aldrei beðið samverja greiða from a sinner, frá einhverjum. especially this woman of Samaria. Sérstaklega konu, samverskri konu. But Jesus En Jésús sees her sér hana because whoever Jesus sees is a candidate for heaven. því að allir sem að Jésús horfir á eru fyrir honum mögulegir þegnar í himni. Notice her response. Og við horfum á svarið hennar, lesum svarið hennar. Verse 9. Í 9. versi. Then said the woman of Samaria unto him, how is it that thou, being a Jew, ask drink of me? Þá segir samverska konan við hann, hverju sætir að þú sem ert gyðingur biður mig að drekka? Which a woman of Samaria. Samverska konu. For the Jews have no dealing with the En Samaritans. gyðingar hafa ekki samneiti við samverja. You see the picture that the Bible is telling us? Sjáu þið þessa mynd sem að Biblían að teikna upp fyrir okkur. They just naturally avoided each other. Gyðingar og samverjar þeir reynda að forða hvern annan. Bara But the eðlislega. longing of Jesus En þrá Jesú is for the salvation of God's children. fyrir frelsun barna Guðs. Jesus answered and said, Og Jesús svaraði henni, 10. if you versi. know the gift of God and who it is that said to thee, give me to drink. Og Jesús svaraði henni, Verse 10. ef þú þekkir Guðs og Thou vissir, would ask of him, og and he vissir would hver, have given thee living water. og vissir hver sá sem sagði við þig, gef mér að drekka, þá myndir þú biðja hann og hann gæfi þér lifandi vatn. He says, if you only know who it is that's asking you of water, Ef þú vissir bara hver sá sem you að will biðja ask að drekka, him, þá myndir þú spyrja hann í and staðinn he will give you living water. og hann myndir gefa þér lifandi vatn. She says, well, you have nothing to draw with, is her En response. hún segir, þú ert enga skjólu til að ausa How með. can you give me that? You have nothing with you. Hvernig getur þú gefið mér vatn? Þú verður ekkert And með the þér. well is deep. Og brunnurinn hann djúpur. Are you greater than our father Jacob? Ert þú betri eða meiri en Jakob forfæður vor? Jesus said in verse 13, Og Jesús svaraði í 13. versi. whosoever drinketh of this water shall thirst again. Hvert sem drekkur af þessu vatni mun But aftur whosoever þyrsta. drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. En hvert sem drekkur af vatninu sem ég gef honum mun aldrei þyrsta að eilífu. When the woman heard that, Þegar konan heyrði það, she said, Sir, þá sagði hann, Herra, please give me this water. gef mér þetta vatn. Friends, the story of this woman is the story of my life. Saga þessara konu saga lífs míns. I was thirsting for something that would satisfy the longing of my heart. Ég var þyrstur í eitthvað sem myndi svala þrá hjarta míns. And I went to wells after wells after wells after wells. Og ég fór í mismunandi brunni, þennan brunn og hinn brunn og hinn brunnin. The wells that the world offers. Þessa brunni sem heimurum býður upp á. And nothing satisfied the quench and the thirsting of my heart. En það var ekkert sem hjálpaði mér að hætta að vera þyrstur. Ekkert sem að gerði hjarta mitt að það væri hætta að vera þyrst. I will break my life's story into 4 segments. Ég get brotið lífssögu mína upp í 4 mismunandi þætti. Early childhood, Æska, teens, úlingsárin adulthood, og fullorðinslíf and midlife. og síðan miðlíf, eða miðaldra líf. It's very similar to neurodevelopment of the central nervous system. Og það mjög svipað hvernig taugakerfi og heilans og líkamanns þróast. I was born in the Philippines in the close to mid-70s. Og ég var fæddist í Filippseyjum. And I was born to I love my parents, don't get me wrong. Og ég elska foreldra mína, ekki misskilja mig. My mother and my father were not married. En mamma mín og pappi voru ekki gift I þegar was ég var til. conceived out of marriage. Ég var til utan hjónabands. They were in their early 20s. They were young. Þau voru ung, bara á tvítugsaldri. Sorry, mid-20s. They were still young.
Já, miðjan tvítugsaldurinn. And my mother, 25, kringu 25. Og móðir mín, when she gave birth to me, þegar ég fæddist, after she gave birth, og þegar hún var búin að fæða mig, I was given to the care of my grandfather's sister. þá var ég gefinn í umsjó systur afa míns. And she had no children of her own. Hún átti engin No börn sjálf. husband, no children. Engan eiginmann, engin börn. So I was her child. Svo ég varð barnið hennar. I became her child. Ég varð barnið hennar. Took care of me Hún sá mig from the age of moment I was born until age of 11. og hún sá mig frá því ég fæddist þar til ég var orðinn 11 ára gamall. I knew I had parents. Ég vissi að ég ætti foreldra. I knew it here, Ég vissi það hér, but not here. en ekki í hjartanu. Get the picture? Skiljiði myndina? So my mother left as soon as I was born. Móðir mín þurfti að fara leið og ég fæddist My father left the year before I was born. og faðir minn hann flutti í burtu áður en ég fæddist. Months, really, but you know, Mánuðum á undan. I was born in 74, so he left in 73. Ég var fæddist árið 1974, hann þurfti að fara árið 1973. My father went to the United Kingdom because he had a job in London. Faðir minn réði sig í vinnu í Bretlandi svo hann þurfti að fara þangað. My mother En móðir mín, was a nurse hún var hjúkrunarfræðingur at the time, and she went to the United States for a job. og hún fékk í vinnu í Bandaríkjunum. And so when I was about 5 or 6, Svo þegar ég var 5 eða 6 ára gamall, they decided they were going to get married. þá ákveðu þau að þau ætlaði að giftast. So they got married, Svo þau giftust and I became their legal child. og þá var ég orðin löglegt barn þeirra. And there was this noise within the family. Og það var þessi svona hávaði eða svona raddir innan fjölskyldu minnar That they would take me to live with them in England. að þau myndu einhvern daginn taka mig með sér til Englands til að búa þar. I remember being anxious about that as a child. Ég man að þetta olli mér smá áhyggjum þegar ég var yngri. I didn't want to leave my grandma. Ég vildi ekki fara frá ömmu. Finally, they came to visit. Eitt skipti þá komið í heimsókn The moment they arrived, og leiðu þau komu, I hid þá fór ég að faldi mig. the whole day, whole night. Allan daginn og alla nóttina. Didn't want to show up. Ég vildi ekki koma. I was afraid that they would take me. Ég var svo hræddur að þau myndu taka mig með sér. I got to understand that they will not be able to take me at that time. Það var útskýrt fyrir mér að þau gæti ekki tekið mig með þá, So I showed up, svo ég kom, and the threat was removed. því það var búið að taka burtu þessar áhyggjur mínar. But this went on and on, this leaving my grandmother alone. En þetta gerist aftur og aftur að ég vildi ekki skilja ömmu eftir. And it became more real when I was 10. Og þetta varð orðið svolítið meira raunverulegt þegar ég var orðinn 10 ára gamall. And my grandma and my grandpa, they live nearby, Og amma og afi þau byggu líka nálagt came to talk to me og þau komu til að spjalla við mig. and told me, you need to join your parents. Og þau sögðu, þú þarft að fara með foreldrunum þínum. Because I love my grandma Og vegna þess að ég elskaði ömmu and mína trusted her word, og treysti orðum hennar, I agreed to it. þá samþykti ég það. So at the age of 11, Svo þegar ég var 11 ára, went to the United Kingdom. þá fór ég til Bandaríkjanna, nei Bretland segi ég. I was skinny, Ég var mjór drengur, skin and bone. bara skinn og bein. Short, Lágvaxinn, I'm still short, but I was ég really ennþá short. lágvaxinn en ég var lágvaxnari. I had long hair Ég á með sítt hár and my teeth og tennuna mínar, everywhere. það voru út allt. I looked like a shark. Ég var eins og hákarl, segir hann. So I arrived in the United Kingdom, Svo ég kem þarna til Bretlands and in London, everything looks so similar. og í London þá lítur allt svipað út. I remember going out of the house to go to the corner shop, Ég man eftir ég fór út úr búðinni og ætlaði að fara fór út heima og ætlaði að fara út í búð. came back to the street, Svo kom ég aftur út á göttuna frantic, because I didn't know which door it was og ég to myndi go ekkert, back to, which house door. ég hafði mikla ágjörð því ég vissi ekkert hvað hurð ég átti að fara aftur inn í. They all looked the same Það voru allar eins. until my parents saw that I was outside going up and down the street. En svo sáu foreldrar mínir að ég var þarna á gangi fram og tilbaka upp göttuna og And they niður came out and waved me in. og þau komu út og þau veifuðu, komdu hérna inn. First day at school, Fyrsta daginn í skólanum. I was in my uniform. You know, in England, you have to wear a blazer, tie, and everything has to look perfect.
Og þið vitið það, í Bretlandi þá eru skólabúningar, það bindi, jakki og fína buxur. I was taken to the principal's office. I had my grades with me, Ég var með einkunnarspjaldið mitt og ég var látið fara til skólastjórans and the teachers were talking. og kennararnir voru að tala. And I remember Og the ég man the principal, skólastjórinn telling some of the teachers, sagði við kennarana, einhver af þeim, this young man looks rather dumb. hann sagði, þessi ungi maður, hann lítur út fyrir að vera svolítið vitlaus. Put him in this class. Setti hann í þennan bekk. I thought, guys, I can hear you. Og ég hugsaði með mér, ég heyri í ykkur, No need to whisper. þið þurfið ekkert að vera að hvísla. So I was put in this class. Ég var settur í þennan bekk. 4 teachers, 4 kennarar, 8 students. 8 nemendur. I thought, wow, this is paradise. Ég hugsaði með mér, þetta er bara frábært. I come from a place where there were 30 students, 1 teacher. En ég kom frá því það sem bekka sem voru 30 nemendur og bara 1 Now kennari. I'm in a class En nú er ég bekk, that has 4 teachers, það eru 4 8 kennarar students. og 8 nemendur. That's 1 teacher per 2 students. Það er 1 kennari fyrir hverju 2 nemendur. I would scratch my head, Ég klóraði með þessu í hausnum. and the teacher would come thinking I have a question. Þá kom kennarinn og hélt kannski, ertu með einhverja spurningu? And I come from a place your hand is up the whole day and no one's coming to you. Og ég kom frá, þá ég var bara með höndin upp allan daginn og það kom enginn. So I thought, this is paradise. Ég hugsaði, þetta er bara frábært, þetta er bara paradís. 8 weeks down the line, Eftir 8 vikur, we had an exam. að það var próf. I aced that exam. Ég fekk 98.5%. Ég fekk I still remember 98,5% it. af prófunu, ég bara náði næst í hæstu einhvern. I was taken to the principal's office again. Aftur að fara með mig til And I, skólastjórans. I felt like I did something bad. Og mér leiði eins og ég hef kannski gert eitthvað af mér. So what did I do? Hvað gerði ég af mér? In the principal's office, they were talking with the teachers. Og svo á skrifstofustjórastjórans, þá voru kennarinn að And I tala heard the saman. principal saying, this boy doesn't look so dumb after all. Og ég heyrði skólastjórans segja, þessi strákur lítur nú ekkit út fyrir að vera svona vitlaus eins og ég hélt upp að Let's put him in this class. Við skulum færa hann yfir í næsta bekk. I thought, okay, what is this class? Ég sagði, og hvernig er þessi bekkur? So I went back to the room, to the classroom, Svo ég fór aftur í stofuna took my bags, og það taka töskuna mína and I was ushered into another class. og ég var settur inn í aðra stofu. Now 14 students, Þar voru 14 nemendur, 1 teacher. en bara 1 kennari. I sat there like a stranger Og because ég I was. settist þarna sem ókunnur sem ég var I would look at the people next to me og ég kíkti á fólki í kringum mig and they were not friendly. og þau voru ekki vinnveitt. I thought, I like the other class. Take Ég me back. fannst betra að vera í hinum bekknum, sagðan. It didn't Hugsaði hann. happen. En nei, það mátti ekki. After some weeks, Eftir nokkra vikur, I got used to that class, þá var ég búinn að venjast þessum bekk. had friends in the class, Búinn að eignast vini þar. but my heart was still longing for the previous class. En í hjarta mínu þá langaði mig að vera í hinum bekknum. Then we had an exam again. Og það var aftur próf. And I said, Ég hugsaði með mér, I have a strategy. nú veit ég hvað ég geri. Every answer I could think of, I wrote it down. Og ég bara skrifaði niður öll svörin sem ég gæti dottið í hug. I even got my name wrong. Ég skrifaði mér sann nafni mitt vittlust. So when the teacher saw it, marked it, Svo þegar kennarinn sá það og fór yfir það, it was 0. það var sko 0. I said, Jan, Hann sagði, Jan, how do you get 0? hvernig tókst þér að fá 0 í einhvern? And you know, it's like I played innocent. I just shook my shoulder. Ég setti bara upp axlinar og leitt eins og ég verið saklaus. And then he said, I think I know. Og þá sagði kennarinn, veistu að ég held ég viti. And he said, you're staying with me. Þú verður áfram í þessum bekk. Because in my head, Því í mínum huga, I know that if I pass this, they're going to take me from here and put me on another class. að ég vissi að ef ég myndi standast þetta próf, þá myndi þið færa mig aftur bekk. So I had a strategy. Svo ég var búinn að búa til I get 0. þessa plan og They ég ætlaði put bara me að back fá 0 on the other class, og which þá is fengi ég að fara paradise. aftur í hinn bekkin sem ég var svo gott að vera í. Or I stay here. Eða ég er bara áfram hér. It's a win-win situation. Þetta getur ekki klikkað. That was my strategy. Og það var það planið mitt. And it worked. Og það virkaði. So the teacher said, you're staying with me. Og kennarinn sagði, hafðu engar áhyggjur, þú verður áfram hér. After being in school, my heart was not being filled. En þáttur ég væri í I was skólanum. longing to quench the thirst that I was longing for. En í skólanum þá var hjarta mitt ekki, það var áfram þyst. Þegar ég fekk ekki svölun þorsta þrár hjarta míns. I went into sports, Svo ég fór thinking sports will do it. fór ég að stunda íþróttur og hugsaði mér, íþrótturinn, þær geta
svala þorsta hjarta míns. I hated rugby. Mér fannst ekki gaman í I mean, rúbí. look, small, short, Ég var lítill and men playing on top of each other, not my game. og lágvaxinn og það er menn sem fara í hrú og hvort annað, þetta er ekki mín íþrótt, segir hann. Soccer, Fótbolti, I said, what a silly game. þetta er skrítin leikur. Why do you run around kicking a ball when you can hold it? Og svo veist að með mér bara akkurat að hlaupi hringi og Svo sparki bolta þegar þú getur haldið á hann. Soccer's not for me. Þú veist að fótbolti er ekki fyrir mig. Oh, tennis, why not tennis? Tennis? Hvað með tennis? So tennis, joined the Wimbledon club, Ég fór í tennis og svo var ég komin í Wimbledon-klúbbin and my brother and I played. og við bræðurinn, við spiluðum það. Excelled, Vorum mjög góðir. got quite good, Já, æfðum okkur og vorum mjög góðir. but not as good as basketball. En ekki eins góðir og í körfubolta. Because in the Philippines, Að því í Filipsheim, we start playing basketball at the age of 5. þá byrjuðum við að æfa körfubolta þegar við vorum 5 ára. So I joined the basketball team. Svo ég fór í körfuboltaliðið Only be put on the B team, the bench team. og ég var settur í B-liðið. No, you're judged by how you look, no matter what you say. Maður er alltaf dæmdur út frá útliti, alveg sama hvað maður segir. And all they saw is a small, skinny, long-haired shark. Og þau sáu bara þennan lágvaxna dreng sem var mjór, með sítt hár og með hákallatennur. And after being on the bench for weeks, Og eftir að hafa verið á bekknum í vikur, I prayed this prayer. þá bæði þessa bæn. Someone break a leg. Guð getur látið einhvern fótbrota sig. And Satan heard that prayer Og Satan heyrði þessa bæn, because someone did. af því að einhver braut sannarlega And fótinn. finally, I Og can allt í play. einu, og ég mátti fara inn á. Bring that little guy in. Komið með hennar litla strák. So now I'm in. Og nú er ég allt í einu komin inn á, But then, en þá, no one recognizes you. No one acknowledges you. You're just running around, up and down. And As so- if you're doing it you're playing yourself. vildi enginn gefa á mig, þannig ég var bara einn að hlaupa fram og tilbaka. Then finally, the golden moment. Svo allt í einu giltu The stundinni, ball landed on my hand. þá lenti boltinn í höndum mínum. And I knew Og ég vissi, this now or never. það er núna eða aldrei. This does not happen often. Þetta mun ekki gerast oft. This could be it. Þetta getur verið eina skiptið. So I took my chances. Svo ég tók bara sensinn. Took the shot from behind the 3-point line. Tók skotið fyrir aftan 3 stiga línuna. And lo and behold, it went in. Og veitir hvað? Það fór And beint ofan. time stood still Og tíminn stoppaði because people just looked at you af því að allir störðu bara. because they couldn't believe it. Þau trúðu þessu ekki. Ekki sinni megin Cut the á. long story short, Löng saga stutt. I became a shooter for the Þá- behind 3-point line for the team. Þá var ég allt í einu orðin sá sem var 3 stiga skotmaðurinn. Won matches. Og við We still have the leiki. trophy at school. Og það er ennþá byggar í skólanum. It's a star player of the year, Ég var stjörnu leikmaður ársins. but did not satisfy the thirst that I was longing for. En þetta svalaði ekki þeim þorsta The sem var í cup hjarta mínu. would always be empty. Þessi bolli, hann var alltaf tómur. So I thought, okay, what would satisfy? Svo ég hugsaði, hvað mun þá Join the svala chess team. þurstunum? Ég fór í skákliðið, Because in the Philippines, af því í Filipsheim, I grew up when we're not playing basketball, þá ólst ég upp í það að þeir vorum ekki að spila when körfubolta it's raining, og það var rigning kannski, we're indoors playing chess. þá vorum við inni að tefla. So played chess at the age of 5. Start playing. Svo ég byrjaði að tefla því ég var 5 ára. Master the board. Ég var mjög góður í þessu. Same thing. Won matches, so forth and so forth. Sama gerðist, ég vann leiki og allt það, Now here I am. I'm still short. en nú er ég hér, en ég er ennþá lágvaxinn. Got frustrated. I'm not growing. Mér var það orðin svona pyrraður að ég skildi ekki vaksa. Took vitamins, Ég tók vítamín took supplements. og önnur bætiefni, Nothing worked. en það virkaði ekkert. Finally, I thought I'm going to give this thing a little help. Svo hugsaði með mér, ég ætla að gera svona aukahjálp. I found the solution. Ég fann lausnina. Nike Air Pump. Ég ætla að fá svona Nike loft. Nike Air Pump. You know, when the Nike Air first came out, you can pump them. Þetta voru nefnilega skór sem að maður gæti sett meira loft í, þannig að Those maður hækkaði shoes. upp. But they were $90 a piece. En þessi skór, þeir kostuðu What do you do? 90 pund á I stykki. was 16 years old now. Ég var orðin 16 ára gamall. How does a 16-year-old make money? Hvernig verður 16 ára krakki í sér að vinna sín pening? I didn't want to use the money that my parents gave me. Ég vildi ekki nota peningarna sem foreldrarnir gaf mér. They would give me money, I would just put it in the bank.
Þeir gáðu mér pening og ég sett hann alltaf í bankan. because they were my parents here, but not here. Af því að þeir voru foreldrar mínir hérna en ekki í hjartanu. So I thought I need to earn my own money. Ég sagði með mér, ég verða mér út minni eigin pening. I looked into to the newspaper advert for jobs. Svo ég fór og skoðaði í blöðunum svona atvinnuauglýsingar. There are too many paper boys already. I don't want to do paper boy. Ég vildi ekki vera að bera út blöð, það voru nógu margir blaðberar. Milkman, you have to wake up at 3 o'clock in the morning. Og til að vera mjólkumaðurinn þá þurftir að vakna klukkan 3 nóttinni. And I need to grow. Og ég þarf að vaksa, So I need to sleep a little þannig bit. að ég þarf að svefninum að halda. No milk. Þannig að ekki I mjólkurstrákur. thought, okay, I'm going to go for the big bucks. Ég ætla bara að fara á stóra. Went to the city. Ég fór í borgina I did canvassing, og ég fór looking for a place who would accept a 16-year-old. að leita að stöðum sem myndu taka á móti 16 ára. Went to Gap. Fór í hérna Gap. Gap kids, Gap adult. Nothing for you. Nei, ekkert þar að finna. For 2 days, I was canvassing the city for a job Og í 2 daga þá var ég að leita í borginni af starfi. because no one would hire a 16-year-old Af því að enginn vildi ráða 16 ára until einstakling, þangað til I got to the Golden Ark, að ég kom að gullörkinni McDonald's. sem er McDonald's, I was hired. hamborgarstaðurinn. Og ég var ráðinn þar. Before you know it, Áður en ég vissi það, within 2 years, I made it to training squad. að Training squad. þá var ég komin í þjálfunar, The team that trains the crew members. það ég var komin yfir í það að þjálfa aðra sem voru nýjir. Mastered the French fries station. Ég var búinn að ná fullkomnum tökum á fransku stöðinni. I still Fyrir know the franskar kartöflur. temperature. Ég veit nákvæmlega hvað hitastig á að I vera. still know the time it takes to cook that Og French fries. nákvæmlega tíman sem að tekur að I búa still til know the franskana. 5 characteristics of French fries. Og A good French fries. þessar 5 eiginleikar góðra franskra kartöfla. Within 5 years, they wanted to make me floor manager. Og eftir 5 ár þá vildu þeir það að ég erði svona bara yfir hæðinni þar. So eða they sent svæðinu. me to Hamburger University in Inch Finchley Road, Og svo þeir sendu mig í Hamborgara háskólan. where you learn accounting, Það sem maður lærir líka reikningshald management. og stjórnun. They wanted to invest in me. Þeir vildu fjárfesta í mér. But one night, En eitt kvöld I had an encounter þá with a customer. rakst ég á viðskiptavinn. Customer came to me and said, "Why are you so stupid? Og viðskiptavinnur sagði við mig, hvers vegna ert þú svona vitlaus? Go back where you came from." Farðu bara þangað sem þú komst. And I just shrugged it off. The customer is always right. Og ég hugsaði bara með mér, ég spá ekki þessu, viðskiptavinnur er alltaf rétt fyrir They sér. may be confused, Hann er kannski eitthvað they rugglaður may be rude, eða dónalegur, but they're always right. en þeir hafa alltaf rétt fyrir sér. So, didn't say much. Svo ég sagði ekki mikið með hann. Before the end of that evening, I had another customer. En áður en að kom að lok kvöldsins, þá kom annar viðskiptavinn Told me the same thing. og sagði það nákvæmlega sama við mig. I thought, how much can I take of this in one day? Hversu mikið get ég þólað svona á einum degi, hugsaði ég. There and then I decided, Þar, akkurat þá, I'm þar going to þá go to ákvað ég university. I'm going to go to university. að ég ætla að fara í háskóla. I'm going to be the best neuroscientist to prove them wrong. Og ég ætla að verða taugavísindamaður og ég ætla að sanna fyrir þeim að þeir hafa rangt fyrir sér. That was my motivation Það var hvatinn minn to go to university. til að fara í háskóla. Applied, Ég sótti got to University of Bristol. komst inn í háskólanum við Bristol, That's the medical school and life school. komst þar inn á læknir vísindarsvið And while at university, og í háskólanum. trying to look for that would satisfy the longing. Þá var ég áfram að reyna að svala þessum þrám. Did all sorts of things. Með alls konar You hlutum. name it, done it. Been there, done that. Þú nefnir það, ég hef gert það og búin með það. One night, Eitt kvöld, I was in a place I shouldn't be, þá var ég á stað sem ég átti ekki að vera á. doing something I shouldn't have been doing. Að gera eitthvað sem ég átti ekki að vera að gera. 2:30 in the morning. Og klukkan var 2:30 morguninn My heart was jumping out of my chest og hjartað mitt var að hamast svo mikið að það var að hoppa út úr líkamannum at an incredible speed. á ótrúlegum hraða. It was just doing this. Það bara fór fram og tilbaka And I knew enough knowledge of physiology og ég vissi nógu mikið eðlisfræði that the amount of substance I have taken that night, að ég vissi að efnið sem ég hef tekið inn umbyrðist það kvöld I'm going to be in the box in the morning. að ég gæti verið að ég er bara í kistu í fyrramálið. What do you do?
Og ég hugsaði, hvað gerir maður? I couldn't call my parents, hi, mom and dad, I'm having a heart attack. Og ég gæti ekki hringt í foreldrar mín og sagt, mamma og pappi, ég er að fá hjartafall. My mom and dad would be dead before me Þau myndu, to receive such news at 2:30 or 3 o'clock in the morning. það myndi slá þau og þau voru jafnvel dáin á undan mér. Að þau fengist líka fréttir kl. 2:30 nóttina. I didn't have the courage to Ég call hafði them. ekki hugrenki til þess að hringi þau. Couldn't call my friends Ég gæti ekki hringt í vini mína. because they're in the same situation minus the heart attack. Þegar þau voru í sama ástandi, þau voru bara ekki að fá hjartafall. They've also taken so much substance or whatever that is that we took that night, and they were half out. Og þau höfðu líka neitt sama efnana eða hvað það sem var í gangi þá. What do you Þannig að do? þau voru næstu út úr því. Hvað gerir maður þá? See, I was living with rugby players Ég bjó með at rúbbispilurum university. í háskólanum. Rugby players play hard, study hard, they do everything hard. Og svona rúbbispilarar, þeir lærðu alveg á festu og þeir skemmtu sér á festu og þeir æfðu á festu. Finally, Að lokum, I decided I'm going to go home. það ákvæði ég ætla að fara heim. Went to the student housing, Og ég fór þarna aftur að herbygginu mínum, got a jug of water. náði vasskönnu, I knew there's Yeah. nothing else I could do. vissi að það var ekkert annað sem ég get gert. And then I remembered Og svo myndi ég what my grandmother used to tell me. hvað það var sem amma mín sagði við mig, Pray. að biðja. And that's the first time I prayed in a long time. Og það var fyrsta skipti sem ég bað í langan tíma. I knelt beside my bed Ég kraup við hliðan á rúminu mínum and I said, Father, og ég sagði, Faðir, forgive me fyrirgefðu mér, because I've wasted my life. því að ég hef verið að sólunda lífi mínu. This is it. I know I'm going to be in the box tomorrow. Og nú er þetta eins og það er, ég verði í kassanum í fyrramáli, í kistunni, Save me. frelsaðu mig. And if you save me, Og ef þú frelsað mig, I will serve you. að þá mun ég þjóna þér. I didn't know what that meant. Ég vissi ekki alveg hvað það þýddi. I didn't know. Ég vissi það ekki. But God knew. En Guð vissi hvað það þýddi. I fell asleep that night. Ég sopnaði þetta kvöld Woke up the next morning. og vaknaði næsta morgun. First thing I did when I woke up Og fyrsta sem ég gerði þegar ég vaknaði, was pinch myself að ég kleip svona í kinnin á mér. because I thought I was dead. Af því að ég var alveg viss að ég var í dáin. Pinch myself Kleipi mig aftur and it hurt. og það var vond. I knew I was alive. Og ég vissi að ég I var was still lifandi. feeling pain. Af því ég fann ennþá fyrir sársöku. And I knew something had transpired Og ég vissi að eitthvað hefði gerst. because there was no headache. Af því ég var ekki eins og með hausverk. Normally, I have a headache and I would be thirsty. Vanalega þá var ég með After gríðarlegan such a night. hausverk og ég var líka þyrstur No eftir thirst. svona kvöld. No headache. Ég var ekki þyrstur, I felt engan like I hausverk slept 8 hours. og mér leið eins og ég hefði sofið í 8 klukkutíma. I knew something happened. Ég vissi að það hefði eitthvað gerst. Couldn't explain it. Gat ekki útskýrta I decided that morning og ég ákvað þennan morgun things have to change. að líf mitt er að breytast. So I'm going to cut out all the partying. Ég ætla bara að klippa út allt þetta partístand And then I had friends, classmates on university og ég átti bekkjarfélaga þarna í háskólanum that are from church, sem voru frá kirkjunni. Pentecostal church. Þau voru í Hvítasunni kirkju. So I went to Pentecostal church the following week. Svo ég fór í Hvítasunni kirkju með þeim. I sat næstu there. helgi. Ég satt þarna And the wonderful people. og þetta var dásanlegt fólk. Then all of a sudden, En allt í einu, someone stood þá stóð einhver upp and started saying something. og hann byrjaði að segja eitthvað. I said, okay, fine. Then another person stood Og ég sagði, það er allt í lagi. Svo stóð einhver saying annar something. upp og hann byrjaði að segja eitthvað. I did not understand it. Og ég skildi það ekki So I heldur. asked my classmate and he said, what is he saying? Og ég spurði bekkjarfélaga mig, hvað er það sem What þau are eru they að segja? saying? Hvað eru þau að segja? And he looked at me and says, I don't know. Og hann sagði, ég veit það ekki. I said, what do you mean you don't know? Hvað meinar þú veist það How ekki? can you not know? Hvernig veistu ekki akkur hvað er að I segja? just ask them. Spurðu bara þau. And this happened. Og þetta gerðist. Maybe 10 people speaking. Allt í nú voru Something. ykkur 10 manns að tala. So after the worship service, I got out of the church with them. I went out at the hall Og svo þegar Guðþjónustan var búin þá fór ég fram á ganginn and I started talking to this person. og ég byrjaði að tala við þessa einstaklinga. And he says, and I asked him, what were you saying? I want to know. I want to know what you were sharing. Og ég spurði þessa mannesku, eina af þessu mannesku sem hefur verið að tala, hvað var það sem þið voru að segja? And he Ég vil looked at heyra me. hvað þið voru að deila með okkur. And said, I don't know. Og hann leit á mig og hann sagði, ég veit það I ekki. said, how can you know? But you were speaking. Og ég spurði hann, hvernig getur það verið að þú veist ekki, And það I var þú was sem told talaðir? it's
heavenly language. Og mér var sagt að þetta væri himneskt tungumál. I thought that scared me. Og það hræddi mig smá. Not going back there again. Ég ætlaði ekki að fara þarna aftur. I had Jewish friends Ég átti vini sem voru at gyðingar college. They took me to the synagogue. og þeir fóru með mig í bænahúsið, The samkvæmdahúsið. the ladies on the second floor, men on the first floor. Dömunar á efri hæð og menn á neðri hæð. And they would talk across here and there. It was like a market. Og þau töluðu þarna á milli og þetta var eins og bara á markaði. I thought, this is not for me. Og ég sagði, þetta er ekki fyrir mig. All these years, I was searching. Öll þessi ár, þá var ég að leita. The Jehovah's Witness found me. Svo fundu Jehovas, vottar Jehovar mig. Trust me, you don't have to look for them. They find you. Treystu mér, þú þarft ekki að leita að þeim, þeir finna þig. They're everywhere. Þeir eru út um allt. Every corner, they're there. Hvaða hotni sem þeir eru þar. Visited me. Þeir heimsóttu mig Studied the Bible with me. og lásu í biblíunum með mér. Had the Mormons come and visit too. Það komu líka síðar dag mormónar. Everyone visited. Heimsóttu mig allir. Finally, Að lokum, graduated from the university þá útskrifaðist ég úr háskólanum and went to Switzerland og flutti til for a Sviss. scholarship for neuroscience. Og ég fekk þar námstyrk til I að was læra walking in taugavísindi. Bern, Ég var að labba í Bern and finally there was this Swede embassy og það var sendiráð frá opposite the Svíþjóð Vatican embassy. á móti Vatikans sendiráðinu And right next to it is the Seventh-day Adventist Church. og akkurat þarna við hliðin á var kirkja 7. Adventista. I thought, I know this church. Ég vissi að ég þekki þessa kirkju. My grandmother used to take me to this church. Amma mín fór mig með í þessa kirkju Decided I'm going to go back to this church. og ég vissi að ég ætla að fara aftur í þessa kirkju. So I knew this next Saturday, yes, I'll be there. Og ég vissi að með mig næsta kvildadag, laugardag var ég þar. Can't do it too early Ég geti ekki gert það of snemma. because when you're early in church, everyone just comes to you. Og ég vissi að með mér, ég geti ekki fara of snemma því að þá kom allir tímann. So I put a strategy in place. Svo ég hugsaði með mér og var með plan. I'll go when the church service is going. Ég ætla að fara og koma inn þegar Guðþjónustan er farin á stað. So I walked into church 5 to 11. Svo ég labbaði í kirkjuna 5 mínútur í 11. Went to church, walked into the church. Gekk inn í kirkjuna, The door opened. dyrinn opnaði I look into the church. It's a huge church. og ég Beautiful horfði inn í church. kirkjuna og þetta var risastór kirkja og mjög falleg. And a typical Adventist church. Alveg típisk aðeins kirkja. All seats in the back occupied. Öll sætin aftast full The only free seats are right in the front. og laus sæti þetta alveg fremst. And I thought I'm ready to walk out. Og ég var eiginlega alveg tilbúin að But labba. what do you do? En hvað gerir maður? When everyone just looked at you? Og það snýra nefnilega allir við. Can't Og walk kíktu á out mig. now. Ég get ekki snúið við núna. So I said, okay, I'm going to walk straight. Ég ætla bara að ganga beint. Walk straight to the front. Labbaði bara beint fremst. People just looking at you. I said, oh no. Og allir að fylgjast með mér og hugsaði mér, æj. I sat down. Settist niður. After 5 minutes, Eftir 5 mínútur. the pastor sits down. Þá sest presturinn niður. The chorister comes up Og sá sem stýrði söngnum kom upp and announces the closing song. og tilkynir loka sálminn. I thought, oh no, I walked in just when it was finishing. Úps, ég labbaði bara inn þegar það var að klárast. That's why everyone was looking at me. Þess vegna voru allir að horfa á mig. Now, I wanted to be last one in. En nú vildi ég vera síðastur inn. I wanted to do this quietly. Ég vildi gera þetta hljóðlega. But in church in Switzerland, you get ushered out when the And- service is finished. En í Svisslandi, í Sviss, þá manni leiðbent út. So now I'm the first one to go out again. Now Þannig að I nú stand var ég up, fyrstur til að fara everyone's út. looking again. Og aftur stend ég þarna og allir að fylgjast með mér. I thought to myself, man, this is too much of an embarrassment for one day. Og ég hugsaði með mér, þetta allt og mikil, ég skammast mér allt og mikil fyrir einn dag. Pastor got hold of me En presturinn hann náði til mín and then invited me og hann bauð mér with his sons for a potluck. með sínum sínum og sonum sínum að borða með sér. That was the beginning of my journey Og það in the var, Seventh-day Adventist Church. upphafið að göngum inn í kirkju 7. Adventista. Afterwards, Eftir það, Pastor Louis Torres was there. að þá var Louis Torres prestur þar. I was invited to his meeting. Og mér var boðið að koma á fyrirlestra sem hann var með. Never forget it. Ég mun aldrei gleyma því. First day, Fyrsta daginn, first night. fyrsta kvöldið. Man, I said to myself, this message just spoke to me straight to the heart.
Og ég hugsaði með mér, þessi boðskapur, hann fór beint til mín, til hjarta míns. Second night, Annað kvöld, I thought, if this is all true, ef að þetta allt saman satt, I'm in trouble. þá ég í vandræðum. Because I knew my life was not in the hands of God. Af því ég vissi að líf mitt var ekki í höndum Guðs. Third night, Þriðja kvöldið, I tell you, and I'm being honest with you, og ég segi ykkur og ég alveg að vera hreinskilinn. the man is not even, he's not even invited people to make an appeal. I'm already responding. Hann var ekki eins og búinn að bjóða upp á ákall en ég var byrjaður að svara. I gave my life to Jesus on that third night. Ég gaf Jesús líf mitt þetta þriðja kvöld. Next day, Pastor Torres calls me up Og næsta dag, and says, do you want to do Bible studies with me? þá hringdi Torres í mig og spurði, viltu koma með mér að Say lesa sure. með fólki Biblíunni? So he went to this Ég place, sagði allt í lagi og svo við fórum þangað did Bible studies. og við vorum með biblíuleksjur. He told me, just pray. Og við vorum að biðja. And the next, Ja, og Torres sagði við mig, next person þú that we biður did. og við fórum á næsta hús And then the third one. og þriðja húsið And he says, he's going to watch and he's going to pray and I'm going to be doing the Bible study. og hann segir alltaf viðkomandi ég ætla að leiða okkur í biblíuleksju og hann ætlar að vera hérna og biðja fyrir okkur. Friends, Og vinir, I saw in that moment og ég sá á þeim tímapunkti that this is what I have been looking for. að þetta var það sem ég langaði til að gera með lífið mitt. At the end of the meeting, I got baptized. Og í lok fundarinnar þá var ég skírður. It quenched the longing of my heart that I was thirsting for. Það svalaði þorstanum í hjarta mínu. Friends, the happiest place to be is where God wants you to be. Vinir, hamingjusamur staðurinn fyrir okkur til að You vera will never það be sem að truly at peace and satisfied until you surrender fully to Jesus. staðan það sem Guð vill að við verum. Og við verum aldrei almennilega hamingjusum nema þegar við séum þar að við höfum gefið okkur fullu And I og knew öllu I til Jesú. tried all. Og ég vissi, ég var búinn að prófa þetta allt saman. Nothing worked. Ekkert annað virkaði. I was working with the best people in neuroscience, Ég var að vinna með færasta fólkinu í taugavísindum. known in their field. Ég var þekktur í þessum geira. Í þessum One was a Nobel Prize laureate. Eitt sem ég vann með, hann hafði fengið tilvitjun til One was an Nóbelsverðlauna. astronaut. Einn var geimfari. Best at their field. Bestu fræðimennir á þeirra sviði. And when I look at them, Og þegar ég horfði á þau, I knew that they were thirsting for something that no human power can quench. þá vissi ég það að þau þyrsti í eitthvað sem að ekkert mannlegt vald gæti Their story is svalað. also the story of this woman in John chapter 4. Sagan þeirra er eins og saga samversku konar í Jóhannes 4. They were going to the wells that the world has to offer. Þeir voru að fara í brunnina sem að heimurinn hefur upp á bjóða. Well of prestige, Í brunn upphefðar, well of prosperity, brunn well of velmegnunar, knowledge, brunn visku, well of recognition. brunn þeirra svona orðspors Well of comfort, og brunn þæginda, well of security. brunn öryggis. And in the midst of all that, Og í miðju öllu þessu there was no security. að það var ekkert There öryggi. was no peace. Það var engin frið. There was no joy. Það var engin There was gleði. no, they were incomplete. Þau voru ófullkomin. And I thought to myself, and I want to be that? Og ég hugsaði með mér, er það sem ég vil? No. Nei. I decided there and then, Ég ákvað þar og that's þá. not going to be how it is. Það verður ekki þannig sem það verður hjá mér. 41 days after I was baptized, 41 degi eftir ég var skírður, Pastor Torres gave me his sermons. þá lét Pastor Torres mig hafa, Torres prestur hafa ræðuna sínar. I preached my first evangelistic meeting. Og ég predikaði minn fyrsta trúboðsfyrirlestur. Did I know the Bible, all of it? Vissi ég allt sem stóð í Biblíunni? No. Nei. But I gave what I knew. En ég sagði frá því sem ég vissi. I used what God has given me. Ég notaði það sem Guð hafi gefið mér. If you had told me 20 years ago, I'll be doing what I'm doing today, Ef þú hefur sagt mér fyrir 20 ára síðan, ég var að gera það sem ég er að gera í I dag. would have probably told you you're schizophrenic. Ég hef bara sagt að þú verður bara geðsjúklingur. You need some serious antipsychotic. Þú þarf bara að fá einhverjar meðferð þessu. I worked in a psychiatric clinic. Ég hafði starfað í geðhæli People call me, I'm crazy. og fólki kom þar og It's the best place to be crazy, right? það er besti staðurinn til að vera In the klikkaður psychiatric clinic. í geðhæli. But friends, they called me crazy because they didn't understand what I have found.
En þau kölluðu mig klikkana því að þau höfðu ekki skilning á því sem ég hefði fundið. In Matthew chapter 13, we are told of the parable of the hidden treasure. Í Mattheus 13. kapla þá er okkur sagt Let's go there quickly. We're going to try and close soon. Let's go there quickly. Matthew chapter 13. í 13. kapla Mattheusar Notice the okkur sagt- parable of the hidden treasure. þá er okkur sagt frá fjársjónum sem falinn. Verse 44. Í 44. versti. Again, the kingdom of heaven is like unto a treasure hid in the field, Líkt himnaríki fjársjóðu sem fólkin var í which when the jörðu. man had found, he hideth for joy thereof, and goeth and selleth all that he had, and buyeth that field. Og maður fann og lengdi. Í fögnuðum sínum fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann. Walk with me in this text. Við skulum ganga í There gegnum was this texta man who saman. was walking in the field. Það maður sem gengur á akri. He tripped on something. Hann rekst í eitthvað He looked into the ground, og hann kíkir á það. did the process of excavation, Hann gróf það eins upp. found gold. Hann fann gull. Well, the land is not his, En hann átti ekki þessa jörð. so usually the treasure belongs to the one who owns the land. Og eins og þið vitið, sá sem á landið, hann á fjársjóðin. So he reburies those treasure, Svo hann gróf aftur goes fjársjóðin, home, fór heim, sell all that he has seldi allt sem hann to buy átti that piece of land til að kaupa þetta land. so that the treasure can be his. Svo hann geti eignast fjársjóðin. Now go with me with this one. En skuli fara með mér í þessu. Imagine the man having supper with his family. Ímyndið ykkur, hann að borða kvöldmat með fjölskyldu sinni. Cooks supper, Eldar kvöldmat, family walks into the house, fjölskyldan labbar í they knew húsi. something is up. Þau vissu að það var eitthvað í Dad gangi. just cooked supper. Pappi var að elda kvöldmatinn. And while they're having supper, Og þau eru að borða kvöldmatinn. father says, sweetheart, Og segir maðurinn, I sold your dishwasher and your washing machine. elska mín, ég er búinn að selja uppþvottavélina og þvottavélina. Why on earth, Dad? I need that. Akkur ást að því, pappi? By the way, I sold your Thermomix too. Og ég seldi líka hérna hittakettilinn. Why? Akkur? He turns to the son, Hann sold horfir your á- bicycle, son, Og svonur, ég seldi hjólið þitt sold your camera, og myndavélina your þín surfing board. og brimbrettið þitt. Dad, why'd you do that? Pappi, akkur gerir það? Turns to the daughter, saying, by the way, I sold your pony. Og svo til dótturinn þá sann, ég That seldi, precious Icelandic pony sold. ég seldi hérna fóraldið And your dolls. og hundana þín. Now, mom, Mamma, son, sonur, daughter, dóttir. wondering, Þau voru öll að what's velta fyrir going sér. on? Hvað er að gerast? What'd you do, Dad? Did you gamble? Hvað, ertu komin í einhverja I'm not veðmálasköldi? finished. Nei, ég er ekki búinn. I sold the house too. Ég er líka búinn að selja húsið. He says, what? Hæ? Are you crazy, Dad? Ertu bara gengin á göflunum, pappi? For what? Hverju? I bought that piece of land by bonus right there. Ég keipti nefnilega smá land þarna við hliðina á bónus. That piece of land that nothing grows on? Þetta land það sem ekkert vex á. That's not worth all this. Það er ekki virðið allra okkar. Dad, you're crazy. Pappi, þú ert klikkaður. To the rest of the family, father has gone crazy. Fyrir öllum hinum í fjölskyldunni þá er eins og faðurinn hafi mist vitið. You know why? Vitið akkur? Because only father knew there's a treasure. Af því að aðeins faðurinn vissi að það var fjársjóður fólkinn Mother þar. doesn't know there's a treasure. Móðurinn vissi ekki að Son það doesn't know there's a treasure. vissi ekki á Daughter hann. doesn't know there's a treasure. Sonurinn, ég Only dætturinn, þau father vissi ekki. found the treasure. Bara faðurinn var sá So sem to fann. them, father is crazy. Og fyrir augum þeirra þá var faðurinn gengin á And göflunum. friends, that is how it is sometimes with us. Og stundum er það þannig með okkur. When you have found something Þegar þið hafið fundið that the eitthvað world is thirsting, sem að heimurinn þystir í hungry for, og hann er initially they hungraður think í. you're crazy Og þá heldur heimurinn að þú hafið mist vitið. because they have not seen what you have found. They don't know what you found. Af því að þeir hafa ekki séð það sem þú hefur séð. Af því What, að þeir have veit they, ekki hvað þú hefur what fundið. has the man found? What did I found? Hvað var það sem Find. ég fann? It's like the disciples of John. Það er eins og lærisveinar Jónasar. The disciples that John was preaching by the riverbanks of Jordan. In John Jónas chapter var 1. að predika við Jórdan And he's preaching, Anna. behold the man that taketh the sin of the world. og hann segir, sjá lamb heimsins sem ber syndir heimsins. By the way, John the Awesome. Baptist says he's right there. Og Jónas hann segir, Jónas skýrir segir, vitið þið bara, hann er hér. The followers, the disciples of John sees Jesus. Og lærisinnar Jónasar sá They Jésu saw him walking off. og þeir sá hann ganga í They burtu. follow Jesus. Og þeir fylgdu As Jésu. they're following Jesus behind him, Jesus looks, Og turns þeir back.
Og þegar þið voru að fylgja Jésu þá And snýr Jesus Jésu asked the við two disciples of John, og Jésu spyr þessar tvo lærisveina Jóhannesar, what are you looking for? hver er þið að leita að? The answer is, where do you live? Og svarið hvar býrð þú? Didn't answer the question. Han What are you svarade looking ikke for? The spurningen. answer is, where do you live? Og þeir spurðu, hvar býrð þú? Then Jesus asks, Þá spyr Jésus á móti. or Jesus tells them, Eða Jésus segir þeim, come and see. komið og sjáið. And it was an invitation Þetta var boð. to come and see what you and the whole nation of Israel is looking for. Komið og sjáið það sem þið er að leita að og öll þjóðin líka. And it's the same invitation given to you and me. Og sama boð fáum ég og þú. Come and see Komdu og sjáðu. what the entire universe is looking for. Hvað það er sem allur alheimurinn er að leita að. Friends, Vinir, I gave my life to Jesus. ég gaf lífið mitt Jésu. I made a deal with God not knowing what it all meant. Ég gerði samning við Guð og ég vissi ekki alveg hvað það þýddi. And God is faithful Og Guð er trúfastur because 2021, því að 2021 I finally decided I'm going to leave it all behind að þá ákvað ég að ég ætla að skilja við allt annað and follow Jesus. og fylgja Jésu. No holding back. Ekkert sem heldur mér aftur. The very thing I was making a deal with God, Það sem ég samdi við Guð, He fulfilled. það uppfyllti hann. I don't know how it is with you, Ég veit ekki hvernig það er með þig, but there's one thing I know. en það er eitt sem ég veit, You are thirsting að þig þyrstir for that water fyrir það vatn that only Christ can offer. sem aðeins Kristur getur boðið. And unless you receive that water, Og án þess að fá það vatn, you will continue to thirst þá mun þið áfram and þyrsta. thirst and thirst and thirst, Þyrsta áfram. only to find Aðeins þess að uppgöta that the water Christ gives að vatnið sem Kristur gefur is the only water er eina vatnið that becomes a spring within, sem verður eins og lindvars that you innan become a hjartans. fountain of living water unto others. Svo við getum verið vasslind til annara. That is the purpose why we are here today. Það er tilgangurinn með veru okkar hér í To dag, drink from the well of Christ, að drekka úr brunn Krists, that we can finally be a spring of living water unto others. svo við getum verið gósbrunnir lifandi vass til No annara. water, Ekkert vatn, no life. ekkert líf. Water, Vatn there is life. og þá er lífið. God had intended us to be Guð hafði tilgang með okkur the spring að við værum because we are gósbrunnir connected hans. Að því við to vorum the deep tengd well þessum djúpa brunni hans that is found in Jesus. sem er að finna í Kristi, í Jésu. Friends, this morning, Vinir, þennan morgun, maybe there are those among you here þá kann að vera að sé einhver hér who want to say, Lord, I want to give my life to Thee. að þau vilt segja að ég vil gefa líf mitt þér, Just like in John chapter 4. alveg eins og í Jóhannes 4. kapla. Sir, give me Guð, Herra, gef mér this water. þetta vatn. You know the response of Jesus? Vitið þið hvert svar Jésu var? Go and call your husband. Farðu og kallaði eiginmann þinn. He says, what husband? I have 5. Og hún svarar, hvaða eiginmann? Ég á 5. Symbol there is go and get your sin Og það sem hann var að segja er, farðu og söktu synd þína and give it to me. og gef mér hana. And once you've given that to me, Og þegar þú hefur gefið mér synd þína, you will find þá myndu finna the water að þetta vatn that He has to offer. sem hann hefur að bjóða. Friends, this morning, Vinir, þennan morgun, if it is you, ef það er þú, Lord, I need that water. og þú segir, drottin, ég þarf á þessu vatni I að don't want halda. to thirst for the water that the world has to offer. Ég vil ekki drekka og þyrsta áfram í vatni sem heimurinn hefur upp á að If that bjóða. is you, Ef það er þú, I invite you to stand and say, Lord, give me that water. að þá býðið þér að standa og segja Quench með mér, my thirst. Guð, gefðu mér þetta vatn That I thirst Svalaðu for the þorsta water, mínum. amen, for the water that fyrir vatnið. the world has to offer. Ég vil ekki vatni sem heimurinn hefur upp á að bjóða, ég vil þitt vatn. Here's my second appeal. Og síðan vil ég gera annað ákall. Before you can have that water, Áður en að þú getur fengið þetta vatn, you want to give Him whatever is hindering you. þá viltu gefa honum allt það sem hindrar I þig. don't know what that is in your experience. Ég veit ekki hvað það er sem hindrar þig, I only knew what it was in mine.
Ég veit bara hvað það var sem hindraði Not mig. interested what it is. Ég þarf ekki að vita hvað það er. God and you. Það er bara milli þín og Guðs. But you need to give it to him. En þú þarft að gefa honum það. I do not want you to leave this place Ég vil ekki að þú farir hérðan the same way you came. eins og þú komst. Because when we come to the foot of the cross, Því að þegar við komum við fætur we krossins, come to Jesus. þá komum við til Jésu. We do not leave the same way we came. Að við förum ekki aftur þaðan eins. Because by beholding, Því að með því að sjá, we become changed. þá umbreytumst við. I don't know what it is that you need to submit to him this morning. Ég veit ekki hvað það er sem þú þarft að gefa honum þennan morgun. But if it is you, En ef það er þú, I invite you just to come forward right here. þá bið ég að koma hingað fram And we will have a word of prayer especially for you. og við munum biðja sérstaklega fyrir þér. Is there anyone here? Er það einhver sem er hér Say, Lord, sem segir drottin, this is what is hindering me. þetta er það sem að You know truflar it? mig, God knows it, sem heldur mig frá þér. Þú veist það og Guð and veit you want to það bring it before him. og þú vilt Right gefa here. honum það. Hér og nú, Come, komdu hér and we will pray for you. og við munum biðja fyrir þér. Is there one? Er eitt. Amen. You know you want to, Amen. because God is calling you. I'm not calling you. God is calling you. Við veitum að þú vilt að það er ekki ég sem er að kalla þig, það er Guð sem kallar. Anyone else? Er einhver annar. You know you need to give something to him that hinders you. Þú veist það er eitthvað sem þú ert að gefa honum Amen. sem að hindra þig frá að gefast honum á fullu. Come. Amen. Komdu. Come. Komdu. You know you want to be baptized. Þú veist að þið vilt skýrast. You want to give your life fully to him. Þú vilt gefa líf þitt honum á fullu. If that is you, Ef það er þú, you can come. þá mátt þú koma hingað. And if you're not able to come Og ef þú kemst ekki sjálfur, because of physical hindrances, vegna líkamlegar örðuleika, then talk to us later on. þá getur þú spjalla við okkur setna á eftir. But if you can come, En ef þú getur komið, come before the foot of the cross. komdu fyrir fætur krossins. Come to Jesus. Komdu til Jésu. Because all are complete in him. Því að við erum fullkomin í honum. You will never be complete Þú verður aldrei fullkomin until you Heil. surrender eða heil your life fully to Jesus. fyrir en við gefum líf okkar að fullu til hans. If that is you, Ef það er þú whom God is speaking to, sem Guð er að tala God til. called during the week or even months before, I do not know, Guð hefur kannski kallað í því í vikunni eða fyrir mörgum mánuðum síðan. to be born again, Ég veit það ekki en hann er að kalla þig til To að be vera fæddur baptized. að nýju í to skýrt. be prepared for baptism, Að vera undirbúin fyrir skýrt. you can come. En þá mátt þú koma. Maybe there are those who have wandered away from God. Kannski er einhver hér sem hafa farið og gengið You have wandered away from God farið frá Guði and you want to come back home. og þú vilt koma aftur heim. Just like the prodigal son. Alveg eins og hinn týndi sonur. Things are better at home. Hlutinir eru betri heima And God has been speaking to your heart. og Guð hefur verið að tala til hjarta þíns And you want to come before the foot of the cross. og þú vilt koma fyrir fætur krossins. Come and we will have a special prayer for you. Komdu hingað og við munum biðja fyrir það á sérstakann hátt. Is there anyone else before we close? Er einhver til viðbótar áður en að við lokum hér? Mighty God Almáttugi föður and everlasting Father. og ævarandi faðir. Lord, this morning we want to thank you and praise you. Því þetta morgunsárið þá viljum við lofa þig og blessa þig og þakka Father, þér. this is the work not by done by might nor by power, but by your spirit and that alone. Þetta verk verður aðeins verið unni með anda þínum. So we want to thank you and praise you Svo við viljum þakka þér og lofa that your spirit að andi þinn, is working and has been working and continue to work að andi þinn er að verki og heldur áfram að vinna in the hearts of your children í right hjörtum before barna you. þinna. Father, we stood Faðir, við stöndum hér because we long for that water. að því við þráum þetta And we vatn want your water to become a spring of living water in us. og við viljum að vatnið verði uppspretta lifandi vass til annara. But we also have here gathered a group of people. En hér er við einnig með hóp fólks sem er hér And Lord, their longing is to surrender their lives fully to you, og ósk þeirra er að gefa þér að fullu, to be born again. að vera fætt á nýju. Father, please, in the name of Jesus, Herri Faðir, í Jesú nafni, do for us that which no human power can do. gerðu fyrir okkur þar sem ekkert mannlegt vald Encamp getur your gert. angels around them. Settu engla þína allt í kring. Do the work that you need to do, whatever it takes. Gerðu það sem að þú þarft að gera, That the Allt sem decision þarf. that is made here að svo ákvörðun sem hefur verið tekin hér í will dag usher them to that baptistry megi leiða þau til skýrnar
And Father, not Oh, only Father. from there on, but they will indeed become the Right. living water unto others Að þau megi vera lifandi vatn til annara because of Jesus. fyrir Jésu Krist. Thank you for hearing our prayers. Takk fyrir að heyra bænir okkar And thank you og takk again for what you're about to do. fyrir allt það sem þú munt gera. Because in Jesus' name we pray. Að því við byggjum þessi í Jésu nafni. Amen. 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 Those of you who want to be born again, be baptized, Þau ykkar sem vilja fæðast að nýju og vera skýrð, we will go to the back. við munum hittast aftast. Those of you who responded, please come. Þau sem svöruðu kallinu, We endilega want komið. to make sure that your decisions Við viljum að ákvarðanir ykkar are fulfilled in Christ Jesus. séu uppfylltar í Jésu Kristi. Við þakkum Jan Harry fyrir sín orð til okkar og ég ætla að biðja ykkur bara öll að standa upp. Við ætlum að syngja lokasálm. Það er eitt erindi, bara eitt erindi á íslensku og ensku, trúar vissu von. Nú verða tilkynningar, en ég ætla að biðja ykkur að halda áfram að standa og við heyrum blessunarorðin. Blessunarorðin er á þessu sinni tekin úr Júdasarbréfi, 24. versi. En honum sem megnar að varveita yður frá hrösun og láta þér koma fram fyrir dýr sína, lítalausa í fögnuði, einum Guði sem frelsar oss fyrir Jesú Krist drottinn vorn, sé dýrð, hátign og máttur og vald fyrir allar aldir, nú og allar aldir. Amen.